Komið sæl og blessuð og velkomin á þennan fjarfund forsætisráðuneytisins sjálfbært Ísland sem ber yfirskriftina samtal og umræður sjálfbæra þróun á Íslandi. Og þetta er hluti af fundarferð forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur landið og ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því á eftir. En þetta er sem sagt fjarfundur þar sem þið getið spurt forsætisráðherra og fleiri gestir sem eru hér með mér í stúdíónu í dag. Þeirra spurningar sem á ykkur brennur og eins komið með hugmyndir fyrir okkur hér og þetta er einmitt hugsað fyrir þá sem ekki komust á þá staðfundi sem við erum búin að halda. En ég ætla að byrja á því að kynna gestina og það er auðvitað fyrst Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands, Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Festu sem er miðstöð sjálfbærni og Eggert Benedikt Guðmundsson, leiðtogi Sjálfbærs Íslands. Góður hópur hér samankominn sem ætti að geta svarað ansi mikið af spurningum sem að liggja ykkur á hjarta, kæru áhorfendur, og ég bið ykkur að fara inn á sjálfbærtisland.is eða inn á mbl.is og þá sjáum við hérna fyrir neðan á skjáteksta hvaða slóði eigið að nota til þess að koma með spurningarna til okkar. Og þá fáum við þær beint hingað. En við ætlum að byrja á erindunum og ég ætla nú kannski að segja frá því svona á meðan við erum að koma okkur fyrir að forsætisráðherra ætlar að byrja með fyrsta erindið. En þetta er sem sagt 8. fundurinn sem við höfum haldið í þessari fundaröð sjálfbæra þróun og þetta hefur tekist bara nokkuð vel og verið góð mæting og við höfum sem sagt farið eiginlega hringinn í kringum landið og byrjuðum á Akureyri og endum núna fyrir helgi á Höfn í Hornafirði. En ég held að forsætisráðherra sé tilbúin til þess að flytja sitt opnar ávarp hér hjá okkur og ég gef henni orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Takk fyrir Elín og komið öll sæl sem að fylgjast með þessum fjarfundi. Við erum búin að vera á hringferð landið og vera að funda sjálfbært Ísland. Hvað þarf til að ná markmiðum okkar sjálfbært samfélag á Íslandi og hvað við getum öll lagt af mörkum, hvort sem það eru sveitarfélög, fyrirtæki, verkalýðshreyfing, frjáls félagasamtök, stjórnvöld að sjálfsögðu og við sem einstaklingar til þess að ná þessum markmiðum. Þessir fundir hafa verið vel sóttir, allir sem einn, og það hafa fjölmargar hugmyndir komið fram til þess að ná markmiðunum sem við getum stundum, sem við tengjum að sjálfsögðu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbærni sem Ísland hefur skuldbundið sig til að undirgangast, en eru líka víðfeðmari því undir heimsmarkmiðunum eru fjöldamörg undirmarkmið. Hvað snýst þessi hugsun? Jú, hún snýst það hvernig við getum tryggt það að við göngum ekki á umhverfi okkar of, þannig að við skilum umhverfi og náttúru í jafngóðu, ef ekki betra horfi til komandi kynslóða, hvernig við getum á sama tíma tryggt samfélagslega velsæld, þannig að við tryggjum velsæld okkar allra, sama hvar við erum og hver við erum, og hvernig við getum tryggt á sama tíma blómlegt atvinnu og efnahagslíf. Og þetta eru auðvitað stórar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Við erum að takast á við loftslagsvána, við erum að takast á við líffræðilegan fjölbreytileika sem við sjáum að er risastórt og krefjandi viðfangsefni því tegundir að deyja út í heiminum öllum. Við erum að fást við það hvernig við getum tryggt réttinn til heilnæms umhverfis og ósnortna náttúru og á sama tíma erum við að takast á við það hvernig við getum tryggt þessa mikilvægu velferð okkar allra, meðal annars í gegnum aðgengi að menntun, hvernig við getum útrýmt fátækt og svo mætti lengi telja. Eins og ég sagði hér áðan þá var fjöldamargar hugmyndir komið fram á fundunum og við erum núna í þeirri vinnu að ljúka við gerð grænbókar sem í samráðsgátt stjórnvalda sem við erum að reyna að kortleggja stöðuna, meta hvernig við getum nýtt það sem við erum að gera vel, meta hverju við eigum að hætta og sömuleiðis hvað við þurfum að gera nýtt. Grænbókin verður í samráðsgátt stjórnvalda til loka þessa mánaðar
Í kjölfarið munum við vinna hvítbók og síðan mun liggja fyrir stefna sjálfbært Ísland og við vonumst til þess að í lok ársins verðum við komin með markvissa stefnu sjálfbært Ísland sem auðvitað algjört lykilatriði til að takast á við allar þessar áskoranir sem ég hef nefnt. Þannig nú tækifæri til að koma með spurningar og nýta færin, en ekki bara spurningar, við viljum líka heyra hugmyndir og við viljum heyra athugasemdir því allt hjálpar þetta í þessu samráðsferli til að fá góða stefnu í lokin. Þannig að takk fyrir mig og ég hlakka til að heyra hvað kemur fram hér í dag. Já, kærar þakkir fyrir þetta Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Og eins og þið vitið, þá getur allt gerst í beinni útsendingu og við erum hérna í beinni útsendingu á þessum fjarfundi á mbl.is og inn á sjálfbærtisland.is og haldið ég hef ekki gleymt að kynna einn framsögumannin. Og ég ætla nú bara að gera það hér og nú og það hann Finnur Ríkharð Andrason sem forseti félags ungra umhverfissinna og ástæðan fyrir því ég gleymi Finni að því að hann út í Hollandi, Finnur, og þú ert með okkur hérna bara á skjánum við hliðina á mér og ég býð þig hjartalega velkomin. Þú færð orðið eftir stutta stund og ég vona fyrirgefi mig þetta, en ég ætla næst að gefa orðið til hennar Hafdísar Hönnu Ægisdóttur. Hún forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Hafdís Anna. Já, komið blessu og sæl. Hvað snýst þessi sjálfbærni? Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru orð sem eru mikið í umræðinu þessi misserin. Og ég hugsa að mörg okkar séu kannski ekki alveg vissum hvað sjálfbærni snýst í raun og veru. Þetta bara eitt af þessum tískuorðum? Við heyrum fyrirtæki og stofnanir sem gefa út sjálfbærniskýrslur, við heyrum menntun til sjálfbærni, að hún sé mikilvæg í skólastarfi og öllum skólastigum. Og við heyrum líka talað heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. En hvað sjálfbærni og af hverju hún mikilvæg? Sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta sínum þörfum. Það nokkuð algengur misskilningur að sjálfbærni snúist aðeins náttúru og umhverfismál. Það vissulega ein af 3 meginstoðum sjálfbærrar þróunar, en hinar stoðirnar eru efnahagslíf og samfélagslegi þættir, svo sem jafnrétti, heilsa, velferð og menning. Þessar 3 stoðir sjálfbærrar þróunar tengjast svo allar innbyrðis og spila saman. Ef ein af þessum 3 stoðum veik, þá getur allt hrunið. Það óumflýjanleg staðreynd að efnahagslegu vöxtur getur ekki farið út fyrir þau mörk sem náttúra jarðarinnar setur okkur. Og þróun sjálfbærni hugtaksins hefur tekið mið af þeirri staðreynd. Stærð jarðarinnar og þar með auðlindir hennar eru takmarkaðar. Og ef við sóum auðlindum, hvort sem það að kaupa meira og henda svo, eða brenna jarðefnaeldsneyti eins og enginn sem morgundagurinn, þá völdum við tjóni á náttúru jarðarinnar og slíkt mun að endingu spilla lífsgæðum okkar og framtíða kynslóða. Skýrustu dæmin slíka ofnotkun eyðing búsvæða, plantna og dýra og loftslagsbreytingar. Það að vera sjálfbær að búa til félagsleg og efnahagsleg kerfi sem eru ekki skaðleg náttúrunni og það stóra verkefnið okkar. Við heyrum oft talað að eitthvað sé sjálfbært, til dæmis sjálfbær nýting náttúruauðlinda, sjálfbær framleiðsla og svo framvegis. Þegar sjálfbærni notað í þessum tilfellum átt við að þessi starfsemi styðji við sjálfbæra þróun. Það að segja að framleiðslan og nýtingin í þessu tilfelli taki ekki meira frá náttúrunni en jörðina að endurnýta. Eða með öðrum orðum að ekki sé gengið á höfuðstólinn eða útsæði étið. Að sýna sjálfbærni í verki nauðsynlegt til að takast á við þær miklu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag, bæði á Íslandi og á allri jörðinni. Hvort sem það loftslagsbreytingar, afleiðingar stríðs í Evrópu, misskipting auðs og svo framvegis. Það stóra verkefnið okkar og til að breyta því sem breyta þarf þá þurfum við langtíma hugsun og heildarsýn. Við þurfum líka þrautseigju og hugrekki. Og við þurfum öll að taka þátt. Stjórnvöld, stór og lítil fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og líka þú. Takk. Já, takk fyrir þetta
Hafdís Anna, hún forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands sem nýlega breytti nafni sínu í Sjálfbærnistofnun sem kannski tímanna tákn því að sjálfbærni kannski það sem að skiptir einna mest máli fyrir okkur í samfélaginu í dag, það að verða sjálfbærari. En nú ætlum við að skipta aðeins til hans Finns Ríkharðs Andrasonar sem forseti ungra umhverfissinna og hann staddur í Hollandi, hann ætlar að vera hérna með okkur og erindi hans breytum orðum í aðgerðir. Gjörðu svo vel, Finnur. Þakka kærlega fyrir og góðan daginn öllsumul. Mér finnst mjög gaman að geta tekið þátt í þessum viðburði með okkar öllum í gegnum þennan fjarfundarbúnað og gaman að sjá líka að sjálfbærni og umhverfismál séu loksins að komast almennilega á dagskrá í heimi stjórnmálanna. En það sem ég langar að fjalla hérna á þessum 3 mínútum sem ég hef í dag gjáin sem til staðar milli umræðunnar annars vegar og aðgerðanna hins vegar. Af því að þrátt fyrir að samtöl og viðburðir líkt og þessi viðburður hérna í dag séu mikilvægir og þó að orð geti verið mjög áhrifarík, þá duga þau ekki ein og sér til þess að breyta samfélaginu. Til að breyta samfélaginu þurfum við raunverulegar aðgerðir sem fylgja loforðunum. Ef við tökum loftslagsmál sem dæmi, þá mætti lýsa stöðunni á þann veg að íslensk stjórnvöld séu löngu búin að lofa að ætla að hætta að reykja en gera síðan sáralítið til að drepa í réttunni. Frá árinu 2018 hefur ríkisstjórnin verið með það sem þau kalla fullfjármagnaða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, en núna, 5 árum síðar, sýna útreikningar Umhverfisstofnunar það svart á hvítu að árangurinn mjög takmarkaður. Við höfum varla náð neinum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og ef ekki verður gripið í taumana, munum við hvorki ná alþjóðlegum skuldbindingum okkar né eigin markmiði kolefnishlutlaust Ísland árið 2040. En af hverju erum við ekki að ná fullnægjandi árangri? Jú, af því aðgerðirnar ekki í samræmi við loforðin. Og í þessu samhengi langar mig að vísa í samlíkingu sem Andri Snær Magnason, rithöfundur, dró nýlega upp. Hann útskýrði að flest okkar geti talið upp fjölmargt sem gjörbreyttist í okkar daglega lífi í heimsfaraldrinum til að við getum komið í veg fyrir dauðsföll og varið mikilvæga samfélagslega innviði eins og heilbrigðiskerfið. Svo útskýrði hann að flest okkar myndu telja að loftslagsváin væri stærri ógn við samfélag okkar heldur en heimsfaraldurinn var. En að þrátt fyrir þetta þá getur fæst okkar nefnt eitt atriði sem hefur gjörbreyst í okkar daglega lífi eða takmarkað athafnir okkar að einhverju leyti til að sporna gegn þeirri tilvistarlegu ógn sem loftslagsbreytingar eru. Það til margs að vinna á sviði sjálfbærrar þróunar. Það margt sem samfélagið getur grætt á ef við þorum að grípa til þeirra róttæku aðgerða sem eru nauðsynlegar og þetta á við fleira en bara loftslagsaðgerðir. En á meðan aðgerðirnar fylgja ekki fögru fyrirheitunum, þá missum við af möguleikum til að bæta samfélagið fyrir okkur öll. Við unga fólkið köllum eftir pólitísku hugrekki til að hrinda í framkvæmd aðgerðum sem hafa raunveruleg áhrif, aðgerðum sem skila raunverulegum árangri og beina okkur í alvörinu í átt að sjálfbæru samfélagi. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Finnur, og við viljum minna á það að þetta fjarfundur sjálfbæra þróun á Íslandi liður í fundaferð forsætisráðherra Ísland og þetta síðasti fundurinn þar sem að þeir geta tekið þátt sem ekki gátu komið á fundina sem að haldnir voru víða land, alls 8, eða þetta 8. fundurinn, 7 tölu. Og undir mér hér á skjánum þá sjáum þið slóðina sem að við að nota til þess að skrá spurningar, skrifa spurningar eða koma með einhverja góðar hugmyndir og ábendingar sem við munum svo tala hér á eftir í umræðanum og þannig að allir geti tekið þátt. Og þá komið að næsta frummælanda með erindi sitt og það hún Hrund Gunnsteinsdóttir sem framkvæmdastjóri Festu og Festa miðstöð sjálfbærni og gjörðu svo vel, Hrund. Takk fyrir kærlega og góðan daginn og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Já, sjálfbærni byggir á 3 stoðum, það fólk, jörð og velsæld eða hagsæld. Allt tengist þetta saman, við eitt stórt vistkerfi, hvort sem við að tala viðskiptalíf, nýsköpun, samfélagið almennt eða jörðina. Sjálfbær framtíð fyrir komandi kynslóðir ekki raunhæfur kostur nema við finnum jafnvægi milli þessara þátta. Og reynslan sýnir að þegar við finnum jafnvægi milli þessara þátta, reynist að fyrirtækjum að fólki góð og arðsöm vegferð. Það góður business.
Reynslan og staða mála síðustu árin og áratugina hefur sýnt okkur svo ekki verður villst að það ekkert vit í því að verja orku okkar, fjármagni og þekkingu í tækni, rekstur og neyslu sem grefur undan lífríki, getu jarðarinnar til að endurnýja krafta sína og réttlátum stöðugum samfélögum. Þetta ástæðan fyrir því að áherslan á sjálfbærni orðin svona mikil sem raun ber vitni. Það veitir ekkert af. Við erum að tala kerfislega breytingar og stundum róttækar breytingar sem þurfa að eiga sér stað þegar við færum okkur yfir í sjálfbær hagkerfi og neyslumynstur. Við erum að ganga í gegnum eitt stórt umbreytingaferli. Það eru 3 hlutir sem langar að leggja áherslu á. Í fyrsta lagi, við höfum tæknina, þekkinguna, aðferðafræðina, markmiðin, reynslusögurnar og fjármagnið. Við vitum hvað við þurfum að gera. Í síðustu viku voru samþykkt sjálfbærnilög í Alþingi Íslendinga sem ætlað að skapa fyrirtækjum og fjárfestum skýran ramma sjálfbæra rekstur og fjárfestingar. Lögin eiga ennfremur að koma í veg fyrir grænþvott. Það er að segja að stofnanir eða fyrirtæki setji fram rangar eða villandi upplýsingar umhverfiságæti eigin vöru. Fleiri sjálfbærnilög koma líka til með að ná utan hina þætti, hinar stoðir sjálfbærninnar og verða innleidd á næstu misserum. Í öðru lagi, á þessari vegferð þurfum við allar hendur á dekk. Við þurfum öll að róa í sömu átt. Við þurfum að starfa saman þvert á geira og sérgreinar, hvort sem við erum í sveitafélagi, fyrirtæki, stofnun eða störfum fyrir ríkið. Þá þurfum við að marka leiðina með skýrum, mælanlegum og samanburðarhæfum aðgerðum. Við þurfum líka að ákveða hvernig breytingar við ætlum að gera, því við þurfum að gera breytingar. Í þessu sambandi hafa fyrirtæki og fjármálastofnanir gríðarleg áhrif. Þau fara fyrir það bil 80% af því fjármagni sem þarf til að snúa við þróuninni yfir í sjálfbærari framtíð. Því betur sem þau taka þessari þróun föstum tökum, ná þau að finna forskot sitt innan þessara nýju leikreglna og framtíðar tryggja rekstur sinn. Hugrakk fyrirtæki, hugrakka stjórnir og leiðtogir fyrirtækja skipta gríðarlega miklu máli í því að toga okkur áfram og setja hvetjandi fordæmi. Þannig skiptir hver einstaklingur nefnilega rosalega miklu máli. Það eru miðlæg skilaboð í þessu öllu saman sem skipta kannski mestu máli og þau eru þessi: áhrif. Skiljum hvernig við höfum mest áhrif með starfsemi okkar og vinnum hratt og betur í því annars vegar að skrúa niður skaðleg áhrif og hins vegar að hámarka jákvæð áhrif á rekstrarafkomu, náttúru og fólk. Takk fyrir mig. Það er Hrund Gunnsteinsdóttir hjá Festu kærlega og það eru byrjaðar að koma inn spurningar, þannig að ég hvet ykkur til að senda okkur inn spurningar. Við þurfum að taka þær fyrir hér eftir örskamastund. Næsta og síðasta örerindið sem að verður haldið hér í dag, áður við byrjum á spurningunum, það er Eggert Benedikt Guðmundsson sem er leiðtogi Sjálfbærs Íslands og gjörðu svo vel, Eggert. Jæja, nú vitum við hvað við þurfum að gera. Við þurfum að standa þannig að málum að hinar 3 stoðir sjálfbærrar þróunar séu í heiðri hafðar. Það er umhverfið, samfélagið og efnahagurinn. Og við megum ekki ganga þannig á auðlindir jarðar að það komi niður á komandi kynslóðum og þjóðum annarra landa. En hvað erum við að gera? Stjórnvöld og samstarfsaðilar vinna nú þegar að fjölmörgum verkefnum sem snúa að sjálfbærri þróun. Þetta eru verkefni sem snúa að innviðum, heilbrigðismálum, loftslagsmálum, landnotkun, jafnréttismálum, menntun og menningu, svo fátt eitt sé nefnt. Enda tengjast kröfur sjálfbærni öllum okkar viðfangsefnum. Til þess að samhæfa þessi viðfangsefni var á síðasta ári hleypt af stokkunum samstarfsvettvangi sem heitir Sjálfbært Ísland. Í stýrihópi hans eru fulltrúar allra ráðuneytanna og samtaka sveitarfélaga. Sjálfbært Ísland á í samstarfi við fjölda hagaðila og var sjálfbærni ráð stofnað sem ráðgjafarráð utan það samstarf. Í ráðinu sitja allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar og fulltrúar þingflokka, landshlutasamtaka sveitarfélagana, aðila vinnumarkaðarins og fjölda frjálsra félagasamtaka. Vettvangurinn vinnur nú að því að móta heildarstefnu Sjálfbært Ísland. Fyrir liggur fyrsti kaflinn í þeirri vinnu sem eru drög að svokallari grænbók. Þessi drög eru nú í samráðsgátt stjórnvalda og hvet ég ykkur til að kynna ykkur þau þar og koma með ykkar athugasemdir við efnið. Grænbókin er eins konar lýsing á núverandi stöðu, þeim verkefnum sem þegar eru í gangi og viðfangsefnunum framöndan. Þar er lýst okkar alþjóðlega samstarfi og tengingunni við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Gildistími heimsmarkmiðanna er til 2030. Svo næsta skref í okkar vinnu er að horfa þangað. Hvar viljum við vera árið 2030?
Hvernig getum við látið sjálfbært Ísland árið 2030 líta út? Og hvernig komumst við þangað? Við þurfum að setja okkur mælikvarða, mælanlega mælikvarða til þess að setja okkur skýr markmið hvert við viljum vera komin, því að tilgangurinn er ju ekki að búa til eitt nýtt plagg, heldur til þess að nálgast þau markmið sem við höfum sett okkur. Til þess að fá innblástur í þessa vinnu og kynna það sem þegar liggur fyrir, hefur forsætisráðherra haldið 7 opna samtalsfundi hringinn í kringum landið. Og fundurinn í dag er svo 8. og síðasti í þessari fundaröð. Svo nú viljum við hlusta á ykkur, góðir fundargestir, og heyra ykkar spurningar og ábendingar. Hver eru mikilvægustu viðfangsefnin á sviði sjálfbæra þróunar og hvað eigum við að setja í forgang? Ég hlakka til umræðana hér á eftir. Já, takk fyrir það Eggert og við skulum vinda okkur strax í spurningarnar. Katrín, hvernig getum við sem þjóð náð betri árangri í sjálfbærni bæði hér á Íslandi og heimsvísu? Stórt spurt, en þetta er sérst fyrsta spurningin. Já, ég meina þetta er risastórt verkefni og ef við horfum bara á heimsmarkmiðin sem ég nefndi hérna aðeins áðan í upphafsorðum mínum sem eru kannski svolítið fjarlæg hinu venjulega Íslendingi en hafa samt gríðarlega merkingu fyrir okkur öll bara í okkar daglega lífi. Já. Því að þau snúast í raun og veru þetta jafnvægi umhverfis, efnahags og samfélags og fyrsta skrefið í því auðvitað til þess að ná betri árangri er auðvitað að hafa skýra sýn og stefnu. Það má alveg deilum það hvort við hefum átt að gera það fyrr. En nú erum við að vinna þessa stefnu og gerum það ekki aðeins þannig að við köllum bara til þau sem eru svona atvinnumenn í stefnumótun, heldur erum við að reyna að leita til almennings líka því þetta þarf að varða alla. Og hluti af þeirri vinnu er kortlagningin, því sumt erum við að gera vel. Við stöndum framalega til dæmis þegar kemur að jafnrétti kynjanna, svo dæmis er tekið eitt af heimsmarkmiðunum. En við stöndum aftarlega. En annars staðar er sko gríðarlegt verk að vinna og hér var rætt hér nefndi Finnur loftslagsmálin, við erum auðvitað með aðgerðaáætlun en okkur er öllum ljóst að áætlunin eins góð og hún er, við þurfum eigi að síður að spýta í lófana þegar kemur að því að hraða aðgerðum. Og það er þannig að það er ýmislegt sem við erum að gera vel, annars við þurfum að gera betur og nú erum við dálítið í þeirri kortlagningu til þess að geta virkilega sagt við erum á leiðinni að verða sjálfbært samfélag. Já, og ég ætla að fara bara beint í næstu spurningu og henni beint til Finns. Finnur Ríkharð Andrason er formaður ungra umhverfissinna, félagsungra umhverfissinna. Hvað getur ungt fólk gert á Íslandi til að láta til sín taka til þess að efla sjálfbæra þróun? Takk fyrir. Þetta er líka stór spurning í rauninni en það er svo ótal margt sem ungt fólk sem við getum gert til þess að taka þátt í umræðinu og hafa raunverulega áhrif í samfélaginu. Sem dæmi þannig að ég bara samtakamáttinn því að við í ungum umhverfissinnum við erum öll einstaklingar og saman sem samtök getum við gert miklu meira heldur en ef við erum baka okkar eigin tölvu að reyna að hafa áhrif. Þannig að ég myndi að segja að vera í samtökum sem að vinna saman að sameiginlegum markmiðum er eitthvað sem er mjög áhrifaríkt og svo bara vera vel upplýst að hafa áhrif gegnum, mikilvægt að vera vel upplýst og taka þátt í samtali við fólk í kringum sig og svo líka auðvelt að hafa samband við ráðafólk og fólk sem hefur kannski meiri áhrif heldur maður sjálfur. Þannig að þetta er svona kannski tvennt sem ég get nefnt. Já, þakka kærlega fyrir þetta. Mér langar kannski að beina spurningu til þín, Hrund, og þú mátt alveg láta hana flæða áfram ef þú vilt, en hérna er spurt að lífeyrissjóðir fjárfesti til langs tíma fyrir okkur öll, en er nógu góður rammi utan þá fjárfestingu þannig að hún sé sjálfbær og sé verið að passa upp á alla þá hluti? Þetta er frábær spurning og hún er svo rosalega mikilvæg og við greiðum öll í lífeyrissjóði, þetta er okkar framtíð. Ég notaði orðið áðan að framtíða tryggja rekstur. Það er í rauninni það sem lífeyrissjóðir á Íslandi er að fara í gegnum. Ramminn er ekki orðinn nógu skýr en hann er að skýrast gríðarlega hratt og það var meðal annars með löggjöfinni sem ég nefndi hérna áðan og tekur gildi núna í júní og jafnóðum næstu misserin. Og sú löggjöf er ættuð til þess að svona stóri fjárfestar nái að tala sama tungumál og fyrirtæki sem eru með sjálfbæra rekstur. Þannig að þeir geti tryggt að upplýsingar séu réttar og skýrar og þannig að fjármagni leiti í réttar áttir. Og það er kannski eitt í viðbót sem ég langar að stinga inn í þetta og það er
að lengi vorum við að eiga samtöl að já, en lífeyrissjóðir þurfi að ávaxta féð okkar. Það er akkurat það sem við erum að gera. Af því að það er ekkert að ávaxta ef ástandi heldur áfram. Og sko, lífríki jarðar heldur uppi það bil helmingi af sko, allri framleiðslu í heiminum. Og þetta höfum við verið að fá pro bono, svo að segja. Og þannig að við megum ekki ganga svona auðlindir jarðar, af því þá fyrir allt í öfuga átt. Þannig að ramminn er að skýrast, hann er að gera það hratt, en auðvitað hefði hann mátt gera það fyrr. Já, það er kannski ágætt að bæta við að á loftslagsráðstefnunni í Glasgow þá kynntu lífeyrissjóðirnir sko umfangsmikið átak í grænum fjárfestingum. Og ég rek líka þessar breytingar dálítið aftur til breytingar sem Alþingi gerði á sínum tíma á lögunum lífeyrissjóði, þar sem sett voru inn ákveðin siðferðileg viðmið í fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðina sem hefur haft þau áhrif að margir lífeyrissjóðir eru bara algjörlega búin að endurskoða sína stefnu í fjárfestingum. Þannig að við erum alveg að sjá breytingar á, en auðvitað vill maður alltaf sjá það hraðar. En það er akkurat málið að hlutinir eru að gerast mjög hratt í þessum efnum og eitt dæmi bara Hafdís Hanna er það var til dæmis nafnbreytingin á stofnuninni þinni sem þú stýrir upp í Háskóla Íslands. Er svona svolítið tímanna tákn. Segðu okkur aðeins frá því hvernig sem sagt bara stuttlega að forvitnilegt að vita af hverju var ákveðið að taka upp þetta nýja nafn. Það er bara viku gamalt eða hálfsmánaður gamalt. Já, einmitt. Stofnunin hét áður Stofnun Sæmundar Fróðu sjálfbæra þróun og þverfræðilegar rannsóknir og það var bæði svona til þess að vera í anda við aðra stofnanir innan Háskóla Íslands sem hafa svona stutt og hnitmiðuð nöfn eins og Alþjóðamálastofnun og Félagsvísindastofnun, en svo var þetta líka bara sjálfbærni er mál málanna og er svo mikið í umræðinni, þú veist, við erum að heyra þess að sjálfbærniskýrslur eru hérna fyrirtækin og stofnanir og svo þetta heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun, þannig að þetta þannig að okkur fannst bara þetta lýsa því sem við vorum að gera svo vel. Þannig að okkur fannst bara að vera komið tími til þess að fórum bara í gegnum þessa vinnu með stjórninni, við stjórnin og starfsfólk og fannst vera komið svona tími til þess að svona, já, hafa mjög svona lýsandi nafn. Því við erum að vinna að sjálfbærni, bæði þá að styðja við sjálfbærni í rannsóknum og kennslu og miðlun innan Háskóla Íslands, en líka að vera þessi brú, alveg eins og Festa er að vinna. Þú veist, vinnum kannski svona svipaðan hátt nema við þá með háskólanum út og við og þið með viðskiptalífinu, að vera þessi brú á milli þá háskólans og svo út í samfélagi við sveitarfélög og við einkageirann og félagasamtök, þú veist, til þess að eiga þetta samtal. Já, og það er kannski rétt að minna á að þú ert staddur á fjarfundi eða þið sem eru að horfa á staddur fjarfundi forsætisráðuneytisins sjálfbæra þróun á Íslandi og það er sérst búið að fara hringinn í kringum landið til þess að reyna að móta stefnu þetta mikilvæga mál og nú komið að því að halda fjarfund þar sem að fólk getur látið í sér heyra og eins og þið sjáum þá getur þið sent inn spurningar og við þær flæða hérna inn og ég tek þær sem sagt bara hverja af annari og ég sé að það er ein spurning hérna til dæmis loftslagsbókhald Eggert, ég hef svona horfið svolítið á þig, loftslagsbókhald fyrirtækja losun sko og sjálfbærni og ég meina hvar stöndum við til dæmis í samanburði aðra þjóðir varðandi það hvernig mælum við, hvernig fyrirtæki standa sig? Já, sko við náttúrulega erum í svolítið annarri stöðu heldur en margar aðra þjóðir. Það eru okkar losunarvaldar eru að mörguleiti ólíkir öðrum þjóðum. Við erum náttúrulega stöndum mörguleiti mjög vel hvað varðar græna orku sem er svona eitt aðal viðfangsefni margar annarra þjóða. Þurfa mikla orku til þess að kynda hús og kæla hús og hérna við höfum okkar hitaveitur og þurfum nú sjaldnast að kæla mikið. En við höfum það eru aðrir þættir sem að valda mikið til losun hjá okkur og iðnaður meðal annars og landbúnaður, úrgangur og fleira. Það sem er í gangi núna og það er mjög mikið fagnaðarefni hvað atvinnulífið hefur tekið þetta föstum tökum og núna er í vinnslu á vegum samtaka fyrirtækja, svokallaðir loftslagsvegvísar atvinnulífsins, þar sem verið er að greina niður á hverja atvinnugrein hversu mikið þær eru að losa og setja markmið það hvað árangurinn ætla að ná á næstu árum, bara grein fyrir grein. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt því að það er erfitt að ráðast á fílinn í heild, en það er kannski hægt að taka svona skref fyrir skref og brjóta þetta niður og setja sér svona niður tálguð markmið. Þannig að þetta er mikið fagnaðarefni, þetta hefur verið unnið í samráði við stjórnvöld. Finnur allir? Fyrirgefðu, ég hleyp að finna það fyrst. Já, ég að gera það? Já, finnur svo vel. Þú vildir aðeins kommentera á þetta mál?
Já, ég vildi bara taka undir að það mikilvægt að fyrirtæki séu farin í auknum mæli að rita sjálfbærniskýrslur og taka fram losun í sínu bókhaldi. Við líka minna á það að undir núverandi bókhaldskerfi sem við erum að nota í samhengi við alþjóðlegar skuldbindingar og annað slíkt, þá kerfið gallað því leyti að losunarflokkar líkt og landnotkun fá miklu minni athygli heldur en það ættu að fá. Þar sem að 2/3 allra losunar sem á sér stað á Íslandi koma frá landnotkun í rauninni. Og ef við einblínum of mikið á fyrirtækin og það sem telst vera á beinni ábyrgð Íslands, þá hætt á því að við gleymum að draga úr þeirri losun sem á sér virkilega stað þegar kemur á landnotkun. Og eins þegar kemur það sem við kemur lífi í hafinu. Þannig má nefna til dæmis hvali og hvalveiðar sem að hafa í rauninni neikvæð áhrif á loftslagið líka. Þannig að þetta fellur ekki beint undir þessi sjálfbærniskýrslu sem við tölum oft og það sem á beinni ábyrgð stjórnvalda. Þannig að það mikilvægt að horfa á þetta í víðara samhengi heldur en við höfum gert hingað til þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda að minnsta kosti. Af því að það skiptir ekki máli hvar í bókhaldinu losunin fyrir loftslagið og við getum talið losunina og sýnt fram á að við séum að draga mikið á losun með tölfræði, þá það sem skiptir raunverulega máli losunin sem á sér stað. Þannig að það eitt mikilvægt sem þarf að hafa í huga. Takk fyrir það, Katrín, og svo Eggert. Já, þetta bara mjög góður punktur hjá Finni með landnotkunina, því hún svona, og einmitt hjá Eggerti líka okkar losunarprófíll eins og það stundur kallað, hann ekki alveg eins og allra annara og það breytir því að verkefnið aðeins öðruvísi, þú veist, það mismunandi milli ólíkra þjóða, en það sem ég held að sé mikilvægt að halda til haga, og mér finnst það hafa verið endurómað á hverjum einasta fundi sem við erum búin að eiga hringinn í kringum landið. Það að það skiptir máli að hvatarnir séu réttir. Við höfum auðvitað verið að hækka kolefnisgjaldið en bara í dag fengum við nýja skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þar sem sagt að það mætti hækka það enn meira. Og það skiptir máli að regluverkið sé líka að vísa fyrirtækjum í rétta átt og í þriðja lagi snúist þetta viðhorf og menningu. Og þar líka töluvert verk að vinna, það að breyta viðhorfum og menningu þannig að við séum í raun og veru að innleiða til dæmis bara ný lög hringrásarhagkerfi sem voru afskaplega mikið rædd en við erum enn í raun og veru stödd svona í miðri innleiðingu en eiga vonandi eftir að skila sér í minni losun og umhverfisvænni lifnaðarháttum. Örstuð Eggert, svo við getum komist að næstu spurningu. Já, bara taka undir þetta sem Finnur var að segja, þetta eru svo mörg atriði sem þarf að takast á við og þess vegna held ég að sé fagnaðarefni þetta sem ég var að nefna áðan með hvað atvinnulífið að gera og þar verið að taka fyrir þann þátt sem þeim næstur og þannig þurfa eiginlega allir þáttakendur í keðjunni að taka til hendinni. Það eru komin fleiri spurningar sem snerta losun, við erum að tala sjálfbæra þróun sem náttúrulega nátengt loftslagsvánni og allt hangir þetta saman eins og eitt þráður í raun og veru og það eru komin tvær spurningar sem ég langar kannski bara að setja saman í eina og það og varpa bara kannski til ykkar, takja annað hvorar ykkar, Hafdís eða Hrund, það er verið að tala hér aukningu á losun hjá flugfélögum. Við erum að fagna því að fá inn fleiri túrista en því fylgir skammrifi að það eykur losun hjá okkur mjög mikið. Síðan talað annað að losun hjá síldarvinnslunni til dæmis. Hún að aukast vegna þess að það vantar einfaldlega raforku. Menn að setja CO2 út í andrúmsloftið vegna olíunotkunar. Þannig að það alls konar hluti sem við þurfum að bregðast við. Þannig að hver vill taka upp þennan þráð? Ég bara aðeins flugfélögin, þá held ég að sé mikilvægt að við erum ekki að sækja undan þá en við erum vissulega að sækja aðlögun að nýju kerfi vegna landfræðilegrar legu okkar. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að við höfum það í huga að við gerum okkur alveg grein fyrir þeim umhverfissjónarmiðum sem ætlað að nást með þessu en bendum einfaldlega á að kostnaðurinn hlutfallslega mun meiri hjá okkur vegna landfræðilegrar legu sem eiga. Hafandi sagt það þá auðvitað umhugsunarefni og það var rætt á mörgum fundum, hvernig vinnum við að því að ná fram sjálfbærni til dæmis bara í ferðaþjónustu og fluggera. Og það en það voru líka stórhuga hugmyndir það hvernig mætti einhvern veginn búa til sveitarfélög þar sem eingöngu væri boðið upp á sjálfbæra ferðaþjónustu með öllu því sem því fylgir, minni matarsóun, önnur orkunótkun og svo framvegis. Þannig að það voru hugmyndir, en þetta risaverkefni aftur. Og millilandaflugið óneitanlega gríðarlegur losunarþáttur. Hrund. Mér langar kannski aðeins að líka bara frábæra punktur, langar kannski aðeins að bæta við þetta að
við erum búin að tala þetta eru stóra breytingar sem í farvatninu og það tekur tíma að innleiða þær, en við erum á fullu og varðandi orku á Íslandi, svo umræða alveg komin svolítið annað level og það meiri kraftur í henni og það eru fjölbreyttari raddir sem koma að, þannig að ég alveg bjartsýn á að við leysum það, en mér langar líka bara að nefna tvö dæmi þar sem fylkingar af fyrirtækjum og ólíku geirum hafa komið saman til þess að taka málinu í sína hendur og það til dæmis Pure North Recycling sem að endurvinna plast og koma því áleiðis í samvinnu við Brim og fleiri fyrirtæki og við erum líka með nýja stóra trukka á Íslandi Rafmagn sem Volvo trukka sem voru fluttið til landsins og eru keyrðir í samvinnu við Eimskip og N1 og annað. Það sem að fyrirtæki og stjórnir og stjórnendur eru að taka sér svolítið svona hlutverki í sína hendur og við verðum einhvern veginn aðeins að muna, bara þessi verkefni, þau hljóma kannski ekkert á einhverju grand skala, þau eru það samt og þau skipta öllu máli. Og það nákvæmlega eins og þú sagðir í þínu erindi, en Hafdís, ég er að velta því fyrir mér með það með raforkuna og raforkuskort og það að fiskimjölsverksmiðjur eru að keyra á olíu. Og þá velti fyrir mig hvernig með þetta samtal sem við þurfum að eiga þjóðin? Viljum við búa til meiri græna orku? Ef við ætlum að búa til meiri græna orku þá verðum við kannski að virkja meira. Þannig að hvernig á þetta samtali fara? Við erum þetta með stjórntæki, mjög gott stjórntæki sem heitir rammaáætlun og það í rauninni sjálfbær þróun í hávegum höfða því þar erum við að tala 4 faghópa þar sem einn snýr náttúruumhverfismál, það bara náttúruminjar og menningarminjar og annar sem talar aðra nytjar eins og beitanytjar og ferðamennsku og svo þriðji faghópurinn samfélagsþáttinn og svo efnahagsmálin. Þannig að við erum með stjórntæki sem að tekur á þessu til þess að þetta er svo mikilvægt í þessar umræðu, í þessar orkuumræðu að við þurfum að stefna kolefnishlutleysi en við þurfum líka í sjálfbærri þróun að hafa sátt við samfélagið og líka bara rauninni lífríkið og náttúruna. Þannig að það er rauninni það sem ég vil segja, að nýtum okkur þau stjórntæki sem eru til og við þurfum að gera þetta vel, hugsa vel, tala við fólkið, tala við hagaðila, hlusta á vísindamenn eins og við lærðum í COVID hérna á Íslandi, hvað það gekk vel með því að hlusta á vísindafólkið. En svo líka ákveðin einföldun að segja skiptum bara út einni orku fyrir aðra. Við þurfum líka að gera hlutina öðruvísi. Og þess vegna ég að segja að þetta snýst ekki bara það er frábært að fara yfir á rafbíla, en við þurfum líka að breyta ferðavenjum. Þess vegna eru stjórnvöld búin að ákveða að fjárfesta í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, borgarlínu, til þess að breyttar ferðavenjur verði raunverulegur valkostur. Og það er það sem ég er svo mikilvægt að benda. Þetta snýst ekki bara að taka eina orku og skipta út fyrir aðra þó að það sé mikilvægur þáttur. Við þurfum líka að hugsa sóunina í kerfinu okkar. Við þurfum að hugsa það hvernig við getum gert hlutina öðruvísi með minna kolefnisspori. Það er svo mikilvægt að baráttan í loftslagsmálunum alls staðar og hún snýst hvernig við gerum allt. En ég sé að Finnur er að biðja orðið. Já, Finnur, gjör svo vel. Það er nefnilega einmitt. Ég vildi því í Hollandi. Takk fyrir. Nei, mér langaði eiginlega bara að taka undir með þér, Katrín, varðandi loftslagsmálin og náttúruverndina. Þetta eru 2 órjúfanlegir þættir að spila alveg saman í öllu og í því samhengi þá kannski vil ég tengja við erindi mitt sem ég flutti áðan að við þurfum að grípa til aðgerða í loftslagsmálum eins og við gerðum í COVID. Að þetta er neyðarástand í rauninni og í neyðarástandi þá þurfum við að grípa til aðgerða sem að býta raunverulega. Og eitt dæmi þá þetta með almenningssamgöngunar sem mikilvægt að fjárfesta í þeim og ég myndi segja að þurfi að ganga enn lengra að vera ekki bara að hvetja fólk endalaust að segja já, nú megið nota grímur til dæmis. Heldur að segja bara ok, frá með árinu 2025 þá bara ætlum við ekki að flytja inn bensínbíla eða þá ætlum við að takmarka innflutningu olíu, bara setja kvóta á það. Ég held að sé svoleiðis aðgerðir sem þurfi kannski auknum mæli til þess við náum raunverulega þessum markmiðum sem við erum búin að setja okkur. Og eins með náttúruverndina að það þurfum að setja okkur skýrari markmið eins og við erum búin að gera í loftslagsmálum. Og það er komin hérna spurning sem ég ætla að beina til Eggerts. Hvað meinið þið með því að setja nýja stefnu sjálfbæra þróun? Hvað þýðir það fyrir fólk? Ég skal svara því, en ég verð aðeins að fá að fylgja eftir þessum undan var af því að þú varst að tala um sjávarútveginn. Af því að víða erum við að tala um að það vantar nýja tækni og það vantar fjárfestingar.
í sjávarútveginum tæknin til og það var búið að fjárfesta og þess vegna var það sérstaklega sorglegt að það skildi ekki vera til orka til þess að keyra þessar fiskimjölsverksmiðjur á loðnuvertíð. Það hvort ekki var til, þannig að ég ætlaði bara svona bæta því við. Hvað meinum við með stefnum sjálfbæra þróun? Og við höfum talað um það að við erum fyrst og fremst að fá svona heildar yfirsýn yfir myndina. Það það sem við erum búin að vera að gera núna og það í okkar grænbók sem núna í samfélagsgáttinni. Næsta skref þá að horfa til þess hvert viljum við vera komin árið 2030. Og þá erum við ekki bara að hugsa einhvern orð af aðal, heldur við erum með markmið, við erum með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Þau eru grunnur að því hvernig við getum sett okkur mælanleg markmið hvert við viljum vera komin. Og síðan þurfum við að horfa til þess, og þetta í raunin nánast svona verkfræðilegt viðfangsefni. Við skilgreinum hvert við viljum vera komin eftir 7 ár, við vitum hvar við erum í dag og við þurfum að búa til aðgerðir til þess að komast frá A til B. Og þetta verður svona mjög áþreifanlegt verkefni og þess vegna held ég að það sé líka, þess vegna erum við svolítið upptekin af þessum mælikvörðum, því að það eru þeir sem að gera umræðina, þeir líka setja forgang í umræðina. Þegar við erum að ákveða hvað við viljum leggja mest áherslu á, þá birtist það í gegnum mælikvarðana. Hér spurning sem er beint til Hrundar. Það er fullt af fólki á Íslandi að gera góða hluti, en svolítið í sikkoru lagi. Hvernig tengjum fólk saman í þessu verkefni? Þetta alveg frábær punktur og með mjög hugleikinn. Við erum svo lítið þorp á heimsmælikvarða, við erum svo fá, en við erum sem samfélag og við erum með tiltölulega stórt hagkerfi með við fjölda íbúa. En við erum alveg með ólíkindum hvað við erum brotakennd og mér finnst bara, svo ég segi frá mér persónulega, að ég búin að starfa fyrir Festu í 5 ár og á Íslandi síðustu 5 ár og mér finnst svo áþreifanlegt hvað það vantar miðjur til þess að toga áfram. Við erum með sterk hagsmunasamtök og hagsmunagæslu og við erum með ráðuneyti og það er alltaf að auka samstarf og samtala á milli, allir að gera gott stöf. En það vantar einhverju svona miðju, eitthvað svona afl sem ýtir okkur áfram. Ég veit að sjálfbært Ísland er skrefið það átt sem allavega frábært. En þetta er eitthvað sem við verðum öll að taka svolítið alvarlega því að svo erum við líka með, það er búið að kenna eitthvað tengt sjálfbærni í háskólum á Íslandi og svona, en það eru oft bara einstaklingar sem eru svolítið að bjóða fram námskeið í því og bara allra síðustu ár hefur þetta orðið að meira svona alvarleika í kennslu til dæmis. Það eins og við skiljum kannski hvað það að vera sjálfbær og stunda sjálfbæra þróun eða eins og við förum að skilja það í dag eins og við skiljum orðið loftslagsvandann og við skildum hann kannski ekki alveg nógu vel fyrir 7-8 árum síðan, ég veit hvað hann snýrist. Þannig að við erum kannski að komast líka á þennan stað. Við erum líka að koma þennan stað, það er rosa góð punktur líka. Sjálfbærni, en hér er spurning til Hafdísar og hvað getur venjulega Íslendingur gert? Hvað get ég gert að ég kem heim? Nákvæmlega. Góð spurning. Já, við getum þetta öll gert alveg fullt og við erum að gera þetta alveg fullt. En við getum bara minnka neysluna. Ég held að það sé neyslan sem að hafa rosalega mikil áhrif, bara svona almennt séð. Bara huga að okkar neyslumynstri, hvað erum við að kaupa, frá hverjum hugsað þetta einhverjum svona staðlaðar góðar umhverfismerkingar sem hægt að finna á til dæmis vef Umhverfisstofnunar, hvaða merkingar þetta eru, hugsa samgöngumátan okkar og þetta hringrásarhagkerfi, ekki þetta línulega hagkerfi þar sem við bara kaupum og hendum, heldur setja þetta í hringrásina þannig að nýta þetta best, laga hlutina, laga þá sauma í sokkana og svo framvegis. En ef við getum ekki notað á lengur, að þá annarkvæmt gefa þá eða koma þeim í hringrásina. En svo finnst mér líka mjög mikilvægt að af því að þetta má ekki bara vera á einstaklingin, að við berum alla ábyrgð. Það er svo gífurlega mikilvægt að það sem við getum líka gert sem einstaklingar er að þrýsta á stjórnvöld, þrýsta á fyrirtæki og nota okkar rödd. Mér finnst það svo mikilvægt líka, því að ekki bara, við erum svo mörg að gera fullt af góðum hlutum og við getum alltaf gert betur en hins vegar ekki berja okkur á baki, hugsa bara ég er ekki að gera nógu vel, nýta, já. Má ég læða aðeins inn einnig spurningu til þína, ef ég veit þú ætlar að kommentera á þetta, Katrín, að spurningin er svo það þú ert búin að fara núna landið og finnst þér ekki mismunandi eftir landshlutum og eftir stöðum sem þú farið á, hvaða áherslu fólk leggur á sjálfbæra þróun og hvað það vill sjá helst framfæra á þessu sviði? Jú, ég vil nú í fyrsta lagi taka undir með Hafdísi, það er mjög mikilvægt að við leggjum ekki alla ábyrgð á einstaklinginu, þetta er það stjórnvöld sem ber ábyrgð og auðvitað fyrirtækin í landinu
stórfyrirtækin sem bera þetta ábyrgð á stórum hluta losunar. Þetta eru aðilarnir sem bera mestu ábyrgðina, en auðvitað viljum við öll gera það sem við getum gert og það sem hefur kannski verið áberandi. Auðvitað aðeins önnur umræða milli landshluta, til dæmis matvælaframleiðsla, kolefnisspor matvælaframleiðsla á Íslandi, hvernig getum við dregið úr því. Þar auðvitað ákveðnir þættir sem hafa líka verið mikið til umræðu hvað varðar innflutning á matvælum og kolefnisspor af innfluttum matvælum, en ég vil nefna það að við erum auðvitað búin að vera að auka stuðning við bæði grænmetisframleiðslu eða grænmetisræktun og núna erum við að leggja af stað með aukinn stuðning í kornræktun, hvoru tveggja með þessi sjónarmið sjálfbærni að leiðarljósi, það að segja að við séum að rækta hér og framleiða fjölbreyttari matvæli, að við séum í auknum mæli sjálfum okkur nóg og draga þar með vonandi úr flutningskostnaði til landsins. En ég sé að Finnur líka biðja orð og vill koma inn á þetta. Takk. Ég maður langar að taka undir aftur, þið haldið áfram að stela orðunum frá mér, en mikilvæg hlutverk stjórnvalda og annarra valdhafa í samfélaginu, það kemur að því að leiða samfélagið eftir sjálfbærni, af því það fullt sem við sem einstaklingar getum gert til þess að stuðla að sjálfbærara samfélagi, en á endanum það á ábyrgð stjórnvalda og annarra valdhafa að gera almenningi kleift að taka sjálfbærar ákvarðanir sem stuðla að sjálfbærni. Svo í samhengi við þetta líka að það svo rosalega mikill ávinningur sem ég held að við gleymum oft að tala sem við getum öll fengið út úr því að samfélagið fari í átt að sjálfbærni. Það bætir heilsu okkar, það bætir einhver tíma okkar sem við getum varað með fjölskyldum okkar, bætir loftgæði og svo margt annað sem við getum, svona jákvætt sem við getum fengið út úr því að stefna í átt að sjálfbærni. Því það svo oft talað fórnirnar sem við þurfum að færa til þess að ráðast í þær aðgerðir sem standa frammi fyrir okkur. En til að vega á móti því þá þurfum við átt okkur á því að það líka margt sem við getum fengið jákvætt út úr þessum breytingum. Og svo auðvitað þurfa þessar breytingar að vera innleiddar á þann hátt að öll í samfélaginu njóti góðs af því og í því samhengi tölum við oft réttlátt umskipti og loftslagsréttlæti að það þurfa að vera allt samfélagið sem græði í rauninni á því að við ráðumst í þessar breytingar. Hér ein ágætis spurning sem að, það spurning hver tekur bara orðið raun og veru, í sjálfbærni og sjálfbærri þróun, það ekki nauðsynlegt að hagur samfélagsins settur númer 1 og hagur fyrirtækjanna og það sé komið svo og þau vinni með sínum rekstri að því sem gott fyrir samfélagið stendur hér í þessari spurningu og ég ætla að varpa henni fram. Ég heldur bara að vísa í þetta þríþætta stoðir sjálfbærninnar, þú veist að þetta sé í jafnvægi. Og reynslan sýnir að fyrirtæki sem hafa jákvæð áhrif á vistkerfi kringum sig, í kringum rekstur sinn, upp á niður virðiskeðjuna og á rekstur fyrirtækja og fólk, þeim vegnar betur til lengri tíma. Þannig að þetta fer hönd í hönd og þú veist, ég held að kannski, það eru mín 2 cent. En á sama tíma bara mjög áþreifanlegt dæmi sem var rætt á nokkrum af þessum fundum, að því fólk horfir oft á þetta bara út frá sínu nærumhverfi, sem ég skil mjög vel, því maður dálítið svona að skilja þetta allt saman. Og bara dæmið hraðtíska, hvað við erum að horfa á ofboðslega mikla losun úr fataframleiðslu í heiminum og hvað ofboðslega stórt hlutfall endar bara hreinlega í einhvers konar haugum suður í höfum, skiljið. Og það auðvitað svona mjög sorglegt dæmi neyslu sem endar með algjöru sóun. Og mér fannst þetta var sérstakt innlegg á einum af okkar fundum, vakti ofboðslega djúpar og góðar samræður, að því að einhverju leyti að því ég svo sammála Hrund það að til lengri tíma sjálfbærni góður business, eins og þú segir, en of mörg að hugsa skammtíma sjónarmið í þessum efnum. Akkurat. Þetta bæta við og svo ég með spurningu fyrir Eggert sem komin hér. Það bara svo margt sem kemur upp í hugan en það sem ég finnst skipta gríðarlegu máli þegar við tölum sjálfbærni. Sjálfbærni svona sumuleyti svona viðamikið og svona flókið viðfangsefni sem við samt getum náð utanum að það ekki einhver svona ein lausn, og hvort sem það í orkumálum eða í fyrirtæki, samfélagi, hvað það bara við þurfum öll að vinna saman og líka passa upp á það að
við stundum svona við svolítið gjörna að setja hlutin í box, sko, þú veist, heldur við þurfum að brjóta þessa múra á milli fagsviða, á milli fólks, þú veist, tala við, þú veist, yngra fólk, eldra fólk, þú veist, út allt land og þú veist, mismunandi fagsvið sem stundum tala svolítið svona ólíkt tungumál, þú veist, þannig held ég trú svo mikið á þessa samvinnu, þú veist, að við náum saman með því að, já, við finnum lausnir á þessum áskorunum með því að tala saman og til dæmis eins og orkuna, þú veist, það eru frábæra dæmi til dæmis uppbyggingu hitaveitu hérna sem er svona alveg frábært dæmi, þú veist, svo má líka hugsa þú veist, sparnað í orku eða, þú veist, svo endurheimt vistkerfa, hvernig lítur og stór samfélög hvernig þau geta unnið saman og það er bara svo margt, þannig að bara brjóta þessa múra, við tala saman. En ég ætla að minna fólk á, og ég sé það Finnur að þú ert búin að biðja orðið að gera þetta fyrst, en ég ætla að minna það sem er að horfa og hlusta á okkur að þetta er fjarfundur á vegum forsætisráðuneytisins og við erum að fjalla sjálfbæra þróun á Íslandi af því að það er verið að vinna stefnu sjálfbæra þróun og hvernig Ísland ætlar sér að verða sjálfbærara í öllu sem við gerum eiginlega og það er hérna einmitt, var hérna spurning til þín Eggert, hérna hvernig verða hugmyndirnar frá þessum fundum sem þeir eru búin að fara allt land, hvernig verða þær notaðar til að móta stefnuna? Þetta er samt, ég verð að segja, þetta er mjög lýðræðislegt ferli hjá okkur en mun þetta ná alla leið, sko? Já, sko, fyrirkomulagið á fundunum út land, þessum 7 fundum var þannig að við vorum fyrst stutt inngangserindi og síðan settust fundargestir á borð, hringborð og ræddu þau mál þau viðfangsefni sem við vorum búin að leggja fyrir þau og forsætisráðherra fór á milli allra borðan og hafði þannig tækifæri til að tala um hvern einasta fundargest á öllum þessum fundum og síðan var hverju borði var ritari sem dró saman allt sem fram kom í umræðunum og þessar fundargerðir eigum við núna, erum við byrjuð að leggjast yfir þær og þetta verður svona innblástur fyrir okkur í vinnunni núna fram á við þegar við erum að horfa til þess hvert viljum við fara sem ég nefndi hérna áðan. Þannig að þarna er bara gríðarlega mikill jarðvegur sem við fáum og upp úr honum munum spretta hugmyndir og við munum nýta, við getum ekki farið eftir öllu þessu en við munum vissulega nýta þetta til þess að móta það sýn sem verður svona leiðarljósið í stefnumótunar vinnunni. Þannig að það er gríðarlega verðmætt innlegg sem við fengið þar og ég heyrði nú mikið af þessum umræðum, ég kann náttúrulega ekki verið á öllum borðunum í einu en það var mjög inspírerandi eða innblásandi hversu mikið fólk hafi verið að hugsa þessa hluti og eins og þú nefndir það var ólíkt eftir landshlutum hvað fólk var að hugsa en samt voru svona ákveðin grunnþræðir sem komu allstaðar fram. Já, Finnur, þú varst búin að biðja orðið en við stöndum svolítið á tímamótum Íslendinga núna við erum að fara að búa okkur til stefnu og við ætlum okkur vissa hluti í sambandi við sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Varstu með eitthvað innlegg í það eða ætlaðir að kommentera á það sem við vorum að tala hérna áðan, neyslu, hraðtískuna eða hvað? Já, mér langar að grípa boltan varðandi hagkerfið. Það er mjög mikilvæg umræða að við þurfum að hafa í huga að til lengri tíma þá borgar það sér hreinlega að fjárfesta í aðgerðum til dæmis á sviði loftslagsmála í dag að því að mun kosta okkur meira samfélagslega séð í krónum talið að takast á við neikvæðu afleiðingarnar sem munu verða ef við grípum ekki til aðgerða í dag. Þannig að það er í rauninni mjög einfalt reikningsdæmi að ef við viljum spara penning til lengri tíma þá þurfum við að fjárfesta í jákvæðum lausnum í dag. Og svo þurfum við líka að hafa í huga með hagkerfi að tilgangur hagkerfisins er eitthvað sem við þurfum að eiga miklu dýpri samræður að mínu mati og tilgangur hagkerfisins er að þjóna samfélaginu en ekki öfugt. Og svo að því Hafdís nefndi þetta með samhengi og mikilvægi þess að setja hlutina í samhengi og vera ekki alltaf með hlutina í mismunandi boxum að þó að þessi stefna snúist sjálfbært Ísland, þá er Ísland eitt land í heiminum og við spilum mikilvægt hlutverk á alþjóðavettvangi líka og þurfum að gegna sérstaklega mikilvæg hlutverki á alþjóðavettvangi vegna stöðu okkar sem ríkt land í forréttindastöðu. Þannig að ef við ímyndum okkur samanburð okkar við önnur fátækralönd í heiminum þá ættum við í rauninni að grípa til mun róttækra aðgerða heldur við ætlumst til á öðrum löndum. Þannig að þetta er annað samhengi sem er mikilvægt að hafa í huga við gerð innlendra stefnu hvernig þessi stefna spilar svo inn í heildarpúslið sem er heimurinn og öll hin löndin í heiminum.
Hér er góð spurning. Hvað með aðhald og viðurlög, hver ber ábyrgð og hver fylgist með Hrund? Ég horfi svolítið á þig núna. Sko, gulrætur og vendir, eins og sagt er. Það talað um að þeir borgi sem mengi og svo framvegis. Þurfum við ekki að setja miklu í það, kannski að fá forsætisráðherra að koma til þetta, þurfum við ekki að setja miklu bæði harðari viðurlög við því að menga og eins að verðlauna þá eða búa til hvata fyrir þá sem að gera vel? Jú, bara frábær punktur og ég er hjartanlega sammála og í raun er bara, þú veist, algjör tíma og orkueyðsla að vera að gera eitthvað annað. Í rauninni heldur en að stuðla að því að það er bannað að hafa eyðileggjandi áhrif á lífríki eða samfélög, þú veist. Og skiljið, þú veist, þannig að þetta, ég er bara alveg hjartanlega sammála. Það er þannig að lengi vel hefur þetta verið svolítið svona frjálst, ekki alfarið, en ég er svona aðeins að einfalda málin, hefur þetta verið svolítið frjálst hvað aðilar grípa til. Núna er það að breytast líka mjög hratt, það er annars vegar með vottunum og vottunum að þriðja aðila. Ég ætla bara að taka eitt dæmi sem lýsir rosa mörgu. Fyrir ykkur sem eru að vinna fyrir fyrirtæki eða rekið fyrirtæki í íslensku atvinnulífi. Í fyrra voru 4 fyrirtæki sem skiluðu ásetningu og gáfu upp sjálfbærniupplýsingar sem voru rýndar og vottaðar af þriðja aðila. Ný lög eru að taka gildi. Á næsta ári eiga þetta að vera 300 fyrirtæki. Það hefur verið þannig að 10.000 fyrirtæki sirka í Evrópu hafa gefið upp það sem hefur verið kallað ófjárhagslegar upplýsingar. Þetta er að breytast yfir í sjálfbærniupplýsingar og það eru 5-falt fleiri fyrirtæki, sirka 55.000. Bara eitt lítið dæmi, þannig að þetta er að breytast hratt, ekki missa móðinn og eins og ég nefndi áðan, grænþvottur er og verður ekki boðlegur. Og aftur, það er ekki boðlegt að segja að gera eitthvað uppbyggilegt og vera svo ekki að því. Það getur bara skila lögsókn og það er farið að sýna sig út í heimi. Já, maður byrja að dæmi þetta náttúrulega. En já, þetta með sko, þú veist, gulrætur og vendi. Nákvæmlega eins og Hrund er að lýsa. Við erum að sjá mjög hraða þróun. Við erum að sjá breytingar í löggjöf, hvort sem það er í gegnum loftslagslögin eða lögin kolefnishlutlaust Ísland. Þar sem við erum búin að lögfesta markmið kolefnishlutleysi 2040. Ekki margar þjóðir búin að gera það. Við getum gengið lengra. Og það eru alveg ótvíræð skilaboð frá þessum fundum að það er hægt að ganga lengra bæði í regluverki og hvötunum. Því fólk leggur líka áherslu á hvatana, en mér langar samt að segja það. Auðvitað eru það vonbrigði eins og til dæmis fyrir mig sem lagði hér til við þingið á síðasta kjörtímabili að það hefði sett ákvæði umhverfið í stjórnarskrá og það náðist ekki meirihluti fyrir því ákvæði. Vegna þess að stjórnarskrármálin hafa auðvitað verið í bara hreinlegu bara í pattstöðu vegna þess að það hafa verið svo ofboðslega stríðandi fylkingar í sínum skotgröfum og á meðan erum við ekki ennþá með ákvæðum umhverfisvernd í stjórnarskrá lýðveldisins sem eru þetta, finnst mér, bara dapurleg staða árið 2023. En það er náttúrulega eitt í þessu, sko, við erum alltaf að setja okkur mjög háleit markmið og maður eru stoltir þegar maður les þessi markmið, við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera hitt. En svo koma tölurnar í ljós og þá eru þær bara alls ekkert glæsilegar, þannig að það er einhvern veginn tveir veruleikar þarna á ferðinni, sko. Já, og þess vegna segja það þarf ekki bara að gera betur í lögum og regluverki. Það er nú verið að benda á það hér í spurningunum. Það þarf líka eftirlit, aðhald og hvata. Mögulega ganga lengra líka eins og ég nefndi hérna áðan með kolefnisgjöldin. Þannig að það er sko ekki bara spurning um lögin og regluverki heldur framkvæmdina. Algjörlega, Hrund? Ég langar líka að nefna eitt dæmi. Sko ég veit að það er rosalega mikil vinna sem á sér stað því sveitarfélögum. Þau eru hvað 68 eða 9 talsins. Já. Að sko það er rosalega mikilvægt að þau séu samstíga í aðgerðum og nú er ég að tala bara fyrir sjálfa mig. Mér finnst mjög áhugavert að það hafi verið einhvers konar freestyle nálgun hjá hverju einu sveitarfélagi í þessum málum. Staðan fyrir að taka loftslagsmálin þannig að það er verið að gera ákveðna hluti, það er verið að mæla það og bera það saman. Hugsið ykkur að við værum bara með svona mynd af Íslandi sem sýndi okkur bara heildstætt hver staðan er. Bara mynd sem ég get skoðað á internetinu, alveg sama hvað ég er gömul. Og sé bara, vá, hvað þetta er áhugavert hér og það vekur mér, þú veist, innblástur og annað. En lögin hringrásaraðgerðir eru svolítið að samræma þetta, en það hefur tekið líka aftur, þú veist, þau eru náttúrulega bara frá því hérna í fyrra, eða hvenær það var, ég held að þau hefur tekið gildi síðustu árum. Já, einmitt, akkurat. En fundinum okkar er að ljúka, þessu fjarfundi. Já, þetta er bara búið, tíminn er bara búinn. Þetta er alveg búið. Það skal bara þegja. Nei, ég ætla að spyrja það nefnilega einna spurningar að ég má, hérna í lokin, sko, við erum semst að móta stefnu núna, eða fyrir forsætisráðinu, sjálfbært Ísland og það er verið að búa til svokallaða grænbók sem er þá stefnumörkun, stöðutaka, Já, stöðutaka, kortlagning, já. Og kortlagning.
Hvað gerist núna? Hvað næst? Næst er það hvítbók eins og Eggert fór inn yfir og svo vonum við að það verði komin hér drögastefnu í lok árs. Við erum að vona að það verði fyrir 1. desember, fullveldisdaginn. Svona ef allt gengur upp getur það orðið líka þingsályktun. Það er náttúrulega draumurinn að Alþingi afgreiði hér þingsályktunartillögu stefnu sjálfbært Ísland og þá erum við dálítið komin með grunninn fyrir þessu samstarfi sem við erum öll búin að vera að tala mikilvægi þess því þetta er ekki eitthvað eitt, við þurfum öll að vera í þessu verkefni. Algjörlega og ég bara ætla að þakka kærlega fyrir og Finnur í Hollandi þakkaði kærlega fyrir. Viltu segja eitthvað allra að lokum eða leyfa unga fólkinu sem á að taka við af okkur að hafa lokaorðið? Kannski bara bæta við að ef það eru ungir áhorfendur, hvort sem er í aldri eða í anda, með endilega skrá okkur í unga umhverfisina. Það er samtækum okkur sem ég nefndi áðan, hann fer langar leið. En líka bara mikilvægi þess að eins og ég sagði í erindinu áðan, að þetta samtal verði svo aðgerðum. Það er held ég það mikilvægasta. Takk fyrir mig. Kæra þakkir fyrir þetta og þá ljútum þessum fjarfundi okkar lokið. Við erum sérst búin að fara þá forsætisráðherra íbúðarfylkingar kringulandið, hitta fólk út allt, ræða saman, búið að koma mjög mikið fram og vera mjög gagnlegt. Þökkum fyrir á þessum fjarfundi hér í dag í beinu streymi. Verið sæl.